hjartanlega velkomin á stofnfund félagsins Vinir Kópavogs. Árið 1946 var stofnað félag í Kópavogi, Framfarafélag Kópavogs. Það bauð sig fram í sveitarstjórnarkosningum árið 1946 og vann þessar kosningar með 4 atkvæðum. Í framhaldi var stofnað hreppsfélag í Kópavogi og þetta félag, Framfarafélag Kópavogs, lagði grunninn að þessu bæjarfélagi. Í dag erum við að stofna annars konar félag. Við erum að stofna félag til þess að vera afvaki í mótspyrnu, í samræðum, í að koma hugmyndum á framfæri við bæjaryfirvöld sem okkur finnst hafa brugðist. Ég legg það til að Margrét Tryggvadóttir, Kópavogsbúi til margra ára, rithöfundur fyrir þingmann með mig, verði valin sem fundarstjóri. Já, komið sæl og takk fyrir að koma öll. Þetta glæsileg mæting og vonandi góð byrjun á einhverju mögnuðu. Ég legg til að fundarritari verði Sigrún Kristín Magnúsdóttir. Það samþykkt. Það samþykkt. Það kostar töluvert fé að halda svona fund 100.000 krónur og það er einhvers staðar söfnunarbaukur. Þannig aftast, þannig að ef þau sem eru aflegufær og vilja leggja eitthvað lítið til, að þau mega gjarna skella ykkur í baukinn. En eins á blöðunum líka upplýsingar reikning sem að því að það er ekki búið að skrá félagið, þá getum við náttúrulega ekki stofnað bankareikning, þannig að sá reikningur er í nafni Tryggva Felixsonar. Þannig að vitið af því og hann ætlar ekki að stinga af með peningana. Ég ætla að gefa Tryggva Felixsyni orðið til þess að fjalla aðdraganda fundarins og heyrist illa? Já, það er örugglega hægt að heyra. Á ég bara að vera nær? Það heyrist núna? Betur? Allt í lagi. Ég ætla að gefa Tryggva Felixsyni orðið til að fjalla aðdraganda fundarins og hvert sé markmið með stofnun Vina Kópavogs. Tillaga að stofnskrá vinanna hefur verið lögð fram og dreift á fundinum og er í svona sirka öðru hverju sæti. Þannig að þið deilið því með sessunautum ykkar. Gjörðu svo vel, Tryggvi. Já, takk fyrir að fá orðið. Ég ætla bara örstutt að gera grein fyrir á hvaða vegferð við erum núna eða erum að reyna að komast á. Við erum 38.000 íbúar í þessu bæjarfélagi, 10% landsmanna. Á 4 ára fresti veljum við 11 bæjarfulltrúa. 6 manna meirihluti ræður. Þess vegna þurfum við að standa saman, vegna þess að 6 manna meirihluti hefur og getur gert alvarleg mistök í skipulagsmálum. Sérstaklega þegar þeir gæta sín ekki að megin hlutverk þeirra er að gæta af almennum hagsmunum íbúa og samkvæmt lögum eiga virka samvinnu við íbúa við gerð skipulags. Okkar reynsla undanfarin ár er að samráð og kynning er til málamynda. Það er líka ekki gætt eðlis jafnræðis. Þeir sem ekki hagnast á fjárhagslega og lóðaréttum vinna beint að gerð skipulags, en sjónarmið íbúa á svæðinu, Kópavogsbúa almennt, eru fyrir borðbúri. Og afleiðingin, skuggaleg skipulagsmistök, aumt bæjarumhverfi og í framhaldinu daburt mannlíf.
Þetta ekki viðunandi ástand. Þessu þarf að breyta. Það þarf að veita bæjaryfirvöldum sem hunsa réttmætar athugasemdir bæjarbúa en halda hagsmunum einkafyrirtækja til haga, virkt, öflugt og sífellt aðhald. Þess vegna viljum við stofna félag vegna þess að við teljum að það styrki okkur í samskiptum við bæjaryfirvöld. Markmið félagsins eru að veita Kópavogsbúum vettvang til að ræða málefni Kópavogsbæjar. Þannig að þegar ný mál koma til umræðu séu þau ekki bara til kynningar, heldur til samræðu. Veita bæjaryfirvöldum aðstoð og aðhald í stefnumarkandi málum og miða því að styðja þróun mannvæns samfélags og umhverfis. Og síðast en ekki síst að virkja bæjarbúa, félagasamtök til þátttöku í stefnumarkandi málum bæjarfélagsins á grundvelli mikilvægar greinar í lögum stjórnsýslu, greina númer 102. Í dag þurfum við að bæða samþykkja stoppsamþykktina og velja stjórn. Við þurfum að velja 5 í stjórn sem skiptir með sér verkum. Við vitum ekki nákvæmlega hvert þetta félag fer. En það stjórnin sem reynir að hjálpa okkur að komast af stað og sjá hvert við komumst. Stoppgráin, henni hefur verið dreift hér í salnum og hana verður greitt atkvæði síðar á fundinum. Takk fyrir. Já, takk Tryggvi. Nú eins og Tryggvi sagði þá verður kjörin stjórn hér á eftir og það gert ráð fyrir 5 manna stjórn. 5 manns hafa þegar gefið kost á sér í þessa stjórn og endurspegla búsetuna eða semst öll hverfi bæjarins. Það Kolbeinn Reginsson sem býr á miðbæjarsvæðinu, Jóhann Már Sigurbjörnsson sem býr í Diranesi, í Kársnesinu það Fríða Garðsdóttir, í Efribyggðum Ólafur Björnsson, Suðurbyggðum Tryggvi Felixson. Framboðsfrestur að sjálfsögðu ennþá opinn, þannig að fólk getur boðið sér fram á fundinum ef það vill og ég bara bið fólk þá að hafa samband við okkur okkur Tryggva Hákon Gunnarsson hefur boðið sér fram sem skoðunarmann reikninga. Fyrir fundinum liggur líka ályktun sem greitt verið atkvæði á eftir. Ég ætla að lesa hana upp núna. Og hún hljómar svo: Stoppfundur íbúasamtakanna Vinir Kópavogs haldinn 28. október 2021 kallar eftir því að bæjarstjórn Kópavogs endurskoði afstöðu sína til skipulagsmála og að stefnubreyting verði í þeim málum hið fyrsta. Kópavogsbær hefur vaxið gríðarlega hratt undanfarna áratugi og íbúafjölgun hefur verið 4-föld á við Reykjavíkurborg frá 1990 svo dæmi sé tekið. Sú fjölgun hefur komið til vegna þess að nýtt land hefur verið numið til búsetu og nú svo komið að Kópavogsbær þarf að endurskoða stefnu sína með hliðsjón af þéttingu byggðar vegna þess að bæjarfélagið hefur minnkandi land úr að spila. Það kallar á ný viðhorf í skipulagsvinnu í Kópavogi. Skipulag á að mynda umgjörð mannlíf, núverandi og framtíðarkynslóða Kópavogsbúa. Kveikjanastofnun félagsins Vina Kópavogs andstaða fjölmargra Kópavogsbúa við fyrirhugað deiluskipulag á Fannborgarreit og Traðarreit vestur. Staðsetning miðbæjarins einstök á höfuðborgarsvæðinu og það eru allar forsendur fyrir því að móta samfélag þar sem gott mannlíf, hófleg þétting byggðar, opin svæði og öflug atvinnustarfsemi fara saman. Í nýjum miðbæ þurfa mannvirki að taka mið af veðurfari og birtu svo þar þrífist gott mannlíf. Samþykkt tillaga bæjarstjórnar uppfyllir á engan hátt væntingar Kópavogsbúa slíkan miðbæ. Lega borgarlínu gegnum miðbæinn enn óákveðin sem eitt og sér fráleitt. Borgarlínan skapar möguleika sem þarf að nýta en ekki misnota í nafni markmiða þéttingu byggðar. Það sjónarmið þjónar auðvitað fyrst og fremst byggingarfyrirtækjum sem hafa eðli málsins samkvæmt eingöngu fjárhagslega hagsmuni að leiðarljósi. Samráð bæjaryfirvalda við íbúa á svæðinu og við Kópavogsbúa almennt
hafa verið algjörlega ófullnægjandi og erindum húsfélaga einfaldlega ekki svarað svo mánuðum skipti. Bæjaryfirvöld veittu þeim sem hyggjast hagnast fjárhagslega á lóðarréttindum heimild til að vinna beint að gerð skipulagsins, en sjónarmið íbúa á svæðinu voru fyrir borð borin. Sjái bæjaryfirvöld ekki að sér má búast við löngum deilum og málaferlum sem munu valda angist íbúa á skipulagssvæðinu og skaða fyrir bæjarlífið. Í aðdraganda stofnfundarins kom í ljós að svo virðist sem vinnubrögð skipulagsyfirvalda í Kópavogi í öðrum hverfum bæjarins séu sama marki brennd. Samráð lítið sem ekkert við íbúa eða samtök þeirra. Hagsmunir framkvæmdaraðila njóta forgangs fram yfir bæjarbúa og framsal skipulagsvaldsins til verktaka gagnrýnislítið. Fundurinn ályktar að bæjarstjórn leggi núverandi deiluskipulag við Fannborgarreit og Traðarreit vestur til hliðar nú þegar og skipulag miðbæjar Kópavogs verði hugsað upp á nýtt með sjónarmið íbúa og hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Vinir Kópavogs lýsa yfir vilja til að taka þátt í að móta tillögur í þeim efnum og taka þátt í því nauðsynlega samtali. Þetta er semst ályktunin verður borin upp á eftir. Þetta er mjög þéttur fundur, það verður nokkuð margir sem taka þetta til máls, þannig ég mun vera mjög stíf á tímamörkum, en næstur er það Guðjón Arngrímsson, og ég bið hann velkominn. Hann ætlar að segja okkur frá reynslu Selfyssinga skipulag sem miðast við að efla lífsgæði í miðbænum. Hann hefur til þess 15 mínútur, gjörðu svo vel, Guðjón. Lætið vita þetta 1 mínútur eftir. Komið sæl, tíminn er mikilvægur hérna, þannig að það er best að koma sér strax að efninu. Ég vil þó segja að ég er eiginlega fulltrúi einkafyrirtækis sem að keyrði í gegn skipulag. Þannig að ég veit ekki hvort þetta er svona inspírerandi eða niðurdrepandi sem ég er fram að færa. En förum í það. Við sem sagt höfum reist miðbæ, erum að vinna í að reisa miðbæ, komin á stað sem að er svolítið klikkaður vegna þess að þetta er nýr miðbær í gömlum stíl í ungum bæ og einhver sagði við okkur að þetta væri svo skrítið að þetta væri svona postmodernist sem við höfum svo sem ekki áttað okkur á. En við Leo Árnason erum Selfyssingar sem að stofnaðum fyrirtæki utan þessa hugmynd 2014 og síðan bættist í hópi Vignir Guðjónsson, sonur minn sem að býr hérna í Kópavogi reyndar, en hann hefur svona keyrt þetta áfram með okkur í þessu 7 ár sem að frá því við byrjuðum. Aðeins til að setja þetta í samhengi, Selfoss verður náttúrulega til með tilkomu brúarinnar 1891 sem að síðan þessi brú er enda ekki svo, hún fór niður á stríðsárunum og önnur svo sem stendur núna kom í staðinn. Byggð þarna fór mjög hægt af stað, það gerðist í rauninni nánast ekkert fyrstu árin og áratugina. Þarna sjáum við á myndinni Tryggvaskála sem var vinnuskúr og sitt hvorum megin er Landsbankinn og Landssíminn í þessum virðulegu og fínu byggingum. Það gerðist lítið en það var ekki fyrir undir 1930, 28-9 sem að þetta fór af stað með því að mjólkurbúinu var valinn staðaröndum mjólkurbúi Hrómanna og síðan 1930 er kaupfélagið stofnað, kaupfélag Ánsinga og þessi 2 fyrirtæki, mjólkurbúi og kaupfélag Dómin eruðu atvinnulífi og Selfossi áratugum saman. Við brúarsporðinn, þar sem miðbærinn er, þar byggðist upp miðbæjarkjarni, ekki stórar og mikla byggingar, töluvert á skúrum og bröggum sem að var frá hernum sem var með mikil, frá breska hernum sem var með mikil umsvif í Kaldanesi, þarna rétt fyrir sunnan. Og þetta svona var komin ákveðin doði yfir þetta svæði strax 1990 þegar að fyrst var efnt til hugmyndasamkeppni deiluskipulag þessa svæðis. Og svo gerist það að það haldnar skipulagsútboð og samkeppnir aftur og aftur og þetta eru 4 útgáfur af deiluskipulagi miðbæjarins og svona brattast og flottasta tillagan er frá 2006
sem hann efst til hægri, það var svona 216 hæða turnar sem séu þetta. En ekkert af þessu var framkvæmt. Þannig að á þessum tíma, 2014, þegar við Leo fórum svona eitthvað að skrafa saman þetta hvort að það gæti verið einhver grundvöllur til að taka til hendinni þarna með út frá þá byggingasögunni og endurgera gömul hús og eitthvað slíkt, þá var svæðið svona, hafði verið svona árum saman. Og það sem við sáum þegar við fórum að spekulera í þessu að Selfoss svona staður sem leynir svolítið á sig. Þetta orðið 10.000 manna bær, en þjónustar eru nú veru svæðin í kring, bæði þorpin og sveitirnar og svona til alla sumarhúsabyggðina. Þannig að þetta þannig að séð bær sem að þjónar 30.000 íbúum. Og fyrir utan að Suðurland þetta vinsælasti áfangastaður fyrir að Íslendingar breiðu þessi betri fættinum fyrir einhvers króna frí. Og svo þetta náttúrulega sá staður eða sem að tala Suðurlandi sem að allir ferðamenn koma á, þannig að svona út frá túrisma sem að ég kemur úr svolítið, og þar sá maður strax að þarna voru heilmikil tækifæri. Og það mikil uppbygging hefur verið og heldur áfram mikil uppbygging á Selfossi, mikil íbúafjölgun og svona innviðin að styrkjast. Og svo náttúrulega komið nýr vegur og önnur brú yfir Ölfusá. Og við segjum önnur brú, þetta ekki þannig að umferðin sé að fara fram hjá Selfossi, heldur erum við Selfossingar að vera tveggja brúa bær. Við vitum að allar alvöru borgir byrjuðu með einni brú, svo fjölgaði þeim og við segjum að London, París, Róm og þær hafa svona ákveðið forskotinn, en við munum þetta kemur. Þannig að tækifærin liggja víða þessu svæði. Þegar við vorum að byrja í þessum pælingum með þennan stíl, þá fengum við til þessu okkur listamann, Snorra Frey Hilmarsson, sem ekki bara flinkur teiknari, heldur líka mikill áhugamaður byggingasöguna og sérfræðingur, til þess að skissa þetta upp. Í rauninni þessa hugsun að fara í byggingasöguna og reisa miðbæ í því sem getur kallað íslenskum stíl. Og hann byrjaði að skissa þetta mjólkurbúshúsi sem nú fyrsta skissan af því. Og þetta í rauninni það sem við lögðum á stað með í almenna kynningu fyrir Selfossinga. Snemma árs 2015. Þá héldum við sýningu í Tryggvaskóla og svona sýningarhelgi og buðum öllum að þetta vakti gríðarlega athygli og gríðarlega umræður í sveitarfélaginu. Og það svo gaman að sýna þessa mynd versus í rauninni deiliskipulagsmyndina. Vegna þess að þú sýnir fólki þessa mynd og biður það að taka einhvers konar afstöðu, hvort þetta sé gott eða ekki gott, að þá getur henni ekki svarað. Þetta óskiljanlegt og nema fyrir þá sem eru lengra komnir í skipulagsfræði. Þarna hins vegar henni mjög auðvelt að taka afstöðu. Og þetta ákveðin svona leksía, held ég, sem má læra af. Annars vegar þetta og hins vegar þetta. Þetta svona, og fer svolítið, þetta svona svolítið það sem við gengum út frá að byggja þetta á ákveðnum svona, eða horfa til þess horfa til hvað fólk vill, hvernig fólki langar til að líða í miðbæinn umhverfi. En bara svolítið að rifja upp fyrir það sem ekki þekkja, að þá erum við að byggja þarna eftirmyndir horfinna húsa sem annað brunnu eða voru rifin. Þetta þessi íslenski byggingastíl sem menn þekkja úr þorpunum í kringu landið, en þetta svona í grunninn evrópskur arkitektúr og sum þessara húsa sem hefur reist stóð á Selfossi, önnur ekki. Og svo segjum við að þó að sagan sé innblástur, þá erum við fyrst og fremst að horfa til nútímans og framtíðar. Og til að ítreka það, þá fórum við alla leið í umhverfismálum. Öll húsin eru svansvotuð og skipulagið BREEAM-votað. Þannig að þetta komið í gang og þetta svona til þess að þessi slæta ætla ég nú að fara aðeins yfir, vegna þess að við erum bara tveir og byrjum að spekulera í þessu og með í rauninni ekkert bakland. En þegar við erum komin á þann stað með hugmyndavinnuna að við þurfum að fara að leggja út í kostnað, þá förum við til sveitarfélagsins og í rauninni byggjum vilyrði fyrir úthlutun, og vegna þess að það væri tilgangslaust að halda áfram og fara út í kostnað ef að engin vilji væri til þess að taka þetta eitthvað áfram.
Og eins og við sagðum, við kynntum þetta opinberlega með fundi vorið 2015 og þá í rauninni fer í gang þetta kynningarferli, íbúafundir, miklar deilur, undirskriftalistar og sem endar í íbúakosningu í ágúst 2018 þar sem að deiliskipulagið samþykkt með alveg þokkalegum meirihluta. En þessi tími var þetta mjög sérstakur frá því að við fáum þetta vilyrði og þangað til að íbúakosningu fer fram. Gríðarlega harðar deilur og á samfélagsmiðlum og fundum og svo framvegis. Og margar tillögur, breytingatillögur sem koma fram og mismunandi sjónarmið. Það var eina leksíónu sem maður kannski mætti hafa í huga hér, er að þeir sem eru á móti voru ekki endilega alltaf sammála það þær forsendur sem að mótstaðan byggðist á. Það var sumum fannst þetta bara alveg fáránleg hugmynd að vera að byggja gamla kofa, hlægilegt. Öðrum fannst þetta að vera spilling að afhenda þetta svæði til einhverja manna sem myndi ekki ráða við þetta fer allt dundrandi í hausinn og bærinn situr uppi með kostnaði. Aðrir sögðu að þetta er allt og lítið byggingamagn, þarna að byggja mikið þéttar og stærra og svo framvegis. En á endanum þá þetta samþykkt eftir þessa kosningabaráttu í sumarið 2018 og eftir á hyggja var þetta frábært að fá niðurstöðu í þessum ágreiningjaldum sem var að fara með þetta í kosningu þó að tefði verkefnið heilt ár sem að eftir COVID og það allt saman var alveg frábært. Og í þessari vinnu þá höfum við farið mjög í það að leita að ráðgjöf og til fyrirtæki sem að sérhæfa sig í svona miðbæjar og við getum sagt brandvinnu vegna þess að við vissum ekki alveg hvernig þetta myndi fara og hvert við erum að fara. Og ég ætlast ekki til þess að ég lesi þetta allt saman en þetta er svona dæmi það sem að við þurftum að fara í gegnum fyrir okkur sjálf og hvað erum við að gera, hvað viljum við með þennan miðbæ. Og svo ég tekjum þess að 3 efstu hérna. Þetta er svona leiðarljósið og þá segjum við með nýja miðbæ gerum við Selfoss að frábærum stað fyrir heimamenn og gesti, íslensku og erlenda. Við erum frumkvöðlar, við tengjum saman nýtt og gamalt á áður óþekktan hátt. Og við sköpum frásagnarstaði í klassískum íslenskum byggingastíl sem leiðir nútímalegur og felur í sig spennandi framtíðarmöguleika fyrir fólk og fyrirtæki. Og við héldum svolítið áfram í þessum svona vinnu vegna þess að við vitum að það er verið að gera miðbæi í stóra og smáa út allt í landunum í kringum okkur og þetta og það er orðið mikil þróun í uppbyggingu miðbæja, bæði vegna netsins til dæmis og núna vegna COVID og þannig að þetta það hvað miðbæi standa fyrir að breytast mikið. Og varðandi okkar verkefni á Selfossi þá sögðum við sem leiðarljós við þyrftum að skapa sérstöðu, þyrftum að vera öðru sem aðrir. Við vildum halda í þennan íslenska staðaranda, horfa til framtíðar, hafa fólk í fyrirrúmi, útgangspunkturinn, hafa þetta vandað, listrænt, gerum okkur grein fyrir að það gengur ekki allt upp sem að fer á stað í svona miðbæ, það þarf að hafa stöðuga þróun og þar erum við meðal annars svolítið sérstakir vegna sem við leigjum út húsnæðið á prósentum, það er að segja leigan er háð veltu veitingastaðanna og á verslanina, þannig að við erum í rauninni þátttakendur í þeirra ákomu. Og svo leggjum við því sem allir vilja, sem er svolítið hugulegt og velíðan. Þegar við fórum á staða, þá vorum við engum að horfa á túrisma, að gera stað sem að myndi höfða til ferðamanna. Fljótlega þegar við fórum inn í þessa vinnu, þá snérist þetta við vegna þess að ef þú ætlar að gera svona stað vinsamlega ferðamenn, þá þarf hann fyrst að vera notaður og vinsæll af heimamönnum. Það er að segja, íbúar á Selfossi þurfa að fíla miðbæinn, getur við sagt, þau þurfa að mæta og nota. Ef það gerist þá mæta íslenski gestir líka. Ef við hugsum okkur hvað langar okkur að gera við fyrir út á land og skoða okkur ekki störma, þá auðvitað viljum við það sem annar fólk er. Og
ef við náum þessu tvennu að Selfyssingar og Íslendingar eru að nota þennan miðbæ og hann vinsæll, þá þurfum við ekki að hafa ágjörð því að erlendi gestir koma ekki líka vegna þess að það það sem fólk sækir í þegar það er að ferðalagi heiminn að vera þar sem einhverjir eru. Nú, síðan fórum við lengra í þessari greiningu að átta okkur á því ef við segjum að Selfyssingar ætli að nota miðbæina þá þurfum við líka að fara aðeins dýpra. Hvernig ætla fjölskyldur að nota, við tölum eldri borgara, starfsfólk fyrirtækja og lengra og lengra. Nú við segjum svo að nýr miðbær hann leysi úr læðingi fjölmörgum tækifæri og við höfum það sem svona okkar aðalmotto, það er þessi neðsta lína þarna að þessi nýji miðbær geri Selfoss að betri stað. Þetta hefur ónýtilega farið vel á stað. Það hefur verið nánast fullur bær allar helgar og oft meiri viku líka og við heyrum ekki annað en að fólki líki þetta. Og svo það bara annar áfangi, við höldum áfram í vetur og það sem er komið svona 1/3 af byggingarmagninu en þarna eru stór plönum að halda áfram strax í vetur og klára þessu uppbyggingu á 2-3 árum í þessum sama anda. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Guðjón. Það er þannig í þessu bæjarfélagi að fjölmargir íbúar hafa haft mjög neikvæða upplifun af samskiptum sínum við bæjaryfirvöld vegna mjög mikilvægra skipulagsmála. Mörg upplifa að fá ekki svör og fá jafnvel andlitið að okkur sagt að haldnir hafi verið fjölmargir fundir, einhvern veginn hafa þeir farið fram hjá okkur flestir. Nokkrir bæjarbúar ætla að koma hérna og segja frá sinni reynslu. Hver sig hefur 5 mínútur og klukkan í símanum mínum hringja þegar að tíminn er úti en ég vara fólk við þegar 1 mínútur eftir. Fyrstur til að taka til máls er Hákon Gunnarsson. Hann ætlar að fjalla miðbæinn, Fannborgarreit og Traðarreit vestur. Gjörðu svo vel, Hákon. Já, komið sæl. Þegar við vorum að skipuleggja þennan fund þá heyrði mér. Já, þá datt einhverjum í hug að koma hingað í safnaðarheimilið og einhver sagði að það væri óðsmannsæði. Það er svo hálf pínlegt að sjá svona hálf tóma sali. Það er alveg stórkvæmt að sjá hvaða eru margir hér og gefur okkur sem að stöndum í þessu svona berundi báða vangi að halda áfram þessari umræðu sem við erum að byrja að heyra núna. Takk fyrir erindið, Guðjón. Það var frábært að hlusta á þig og sjá hvernig Selfyssingar hafa farið inn í þetta ferli. En við hér sem búum hér á þessu svæði hér í hjartanu í bænum, í hjartanu á höfuðborgarsvæðinu má segja, við kannski erum ekki alveg nógu sátt. Ég heiti sem sagt Hákon Gunnarsson og er borinn og barnfæddur Kópavogsbúi fyrir 60 árum síðan. Svakalegt að segja þetta, en þetta er nú staðreynd. Og fæddur hérna á Digranesvegi og alinn upp í Hrauntungu, var hér í Breiðablik lengi, skólahljómsveitinni og flutti síðan, ól hér upp með börn og byrjaði með hjúskaparár og flutti síðan aftur fyrir nokkrum árum. Og hvar vildi ég búa? Já, ég valdi bara þann stað sem mér fannst vera mest heillandi og til stóða væri hér mikil uppbygging og ég hlakkaði mikið til. Þannig að ég fluttist í Fannborg og gríðarlega öflugt húsfélag sem hefur staðið fyrir betrumbótum upp á 140 milljónir í sínum og leggur mikla áherslu á og hlakkaði til uppbyggingar bæjarins sem stóð fyrir dyrum. Nú, Kópavogur hefur breyst alveg gríðarlega eins og kom fram hérna í áleitunni sem Margrét las og gríðarlega mikil uppbygging á sér stað og hér hafa, en að því að Tryggvi talaði um framfarafélagið, þá voru hér, það var mikið framsýni upphafi
það var ekkert endilega, við höfum ekkert endilega efni á að byggja kirkjuna eða sprengja bæinn í sundur upp og horfa áratugi fram í tíman, en það voru bæjarstjórar sem gerðu það og fleiri, Hulda Jakobsdóttir og Hjálmar Ólafsson. Síðan tók við þá sú þróun að bærinn byggðist upp í austur. Við þekkjum öll þá sögu. Það var margt vel gert. Brotið land og skólarnir voru komnir á undan, leikskólar, lýsing og fleira. Það sem við stöndum hins vegar frammi fyrir núna, að þessi fjölgun sem við sjáum hér, sem að Margrét talaði um áðan, hún mun sennilega ekki verða. Og afleiðingin er svo að það er vanræktur miðbær, því miður. Þetta er ásýndin núna á 30 árum. Og síðan stendur allt í henni til og þá gerist það að það er auglýst 3 byggingar í hjarta bæjarins, Fannborg 2, 4 og 6 og einhverja hluta vegna þá gerist það að skipulagsvaldið er flutt alfarið í hendurnar á byggingaverktökum sem fá sjálfdæmi nánast skipulag. Ólíkt því sem að var, ég hef ekkert á móti einkafyrirtækjum, sjálf hefur unnið hjá einkafyrirtækjum nánast alla mína tíð, eins og Guðjón talaði um. Það er ekki mál, heldur vantar inn í þetta alla samræðu, kynningaferli eins og Guðjón rakti hérna áðan, heldur er þetta fyrsta hugmynd eins aðila. Það hefði geta verið 16 turturnar á Selfossi, en við stöndum fram fyrir því að samráði okkur hefur ekki verið. Og við sjáum þarna þennan reit sem umræður og við erum ekki heldur mjög hugsi yfir og eins og segir frá Skipulagsstofnun, þetta er þétting byggðar án fordæma á Íslandi. Takk eftir því, þetta er þétting byggðar án fordæma. Nú ég bara vísa í að hlutverk Kópavogsbæjar og þegar menn labba í vinnuna á vegum Kópavogsbæjar þá menn hafa í huga að grunnreglur samfélagsins eru skýrar og menn allir hafi tækifæri til áhrifa. Það hefur ekki gerst og við köllum eftir því að í gang fari hér í Kópavogi eitthvað svipað samráðs- og kynningaferli þannig að við hér í Kópavogi getum horfum fram til þess að hér ríki eitthvað svipað og Selfyssingarnir hafa fengið að upplifa, að fólk sé í fyrirrúmi og við leggjum áherslu á samfélag þar sem að fólk fái notið sín og geti lifað, leikið og starfað. Og það verði grænar áherslur eins og var einmitt í þessu dæmi hérna frá Selfossi. Nú ég hef víst búið með tíma minn, ég gæti verið mun lengur, en bara enn og aftur frábært að sjá hvað eru margir hér í dag. Þetta er vonandi upphaf af einhverju miklu sem á að gerast sem á eftir að gerast hjá okkur í Kópavogi og ég þakka fyrir mig. Takk. Kærar þakkir Hákon. Næstur er það Þórólfur Matthíasson, íbúi í Auðbrekku, ef við skil máli rétt. Gjörðu svo vel, Þórólfur. Já, þakka okkur fyrir, íbúi í Dalbrekku reyndar. Það er næsta gata við. Er ég búinn að læra? Vegna þess að ég er ekki borinn og barnfæddur Kópavogsbúi, ég á enga langa ferilskrá héðan eins og Hákon, en ég á þó þá tengingu að mikil uppáhaldsfrænka mín bjó hérna við Kársnesbrautina. En býðu nú við, ég ætla nú að fá hérna glærur. Já, ég flutti hérna fyrir góðu 1,5 ári síðan og við hjónin fundum okkur hérna glæsilega íbúð og féllum fyrir henni í fyrsta skipti og fyrir staðsetningunni sem að hún bauð upp á. Það er stutt í allar áttir og það var svona svolítið falið fyrir okkur og við uppgötvum það þegar við fórum að rekja okkar ferðir úr Dalbrekkunni og hingað og þangað hérna svæði og ég þarf svo sem ekki að segja ykkur þá sögu. En það komu svona smá hérna, það urðu svona smá fóta fjötrar hérna á leið okkar og ég ætla að segja ykkur aðeins frá því. Ég ætla að tala aðeins um
tilkynningu sem við fengum á breytingu á deiliskipulagi Auðbrekku 9-11 sem sagt, og svo aðfinnslur mínar og okkar við þeim breytingum og rekja það aðeins. Nú, við vorum sem sagt tiltölulega nýflutt reyndar ekki á endanlegan stað en samt í húsið Dalbrekku 2-14 þegar að við fengum tilkynningu grenndarkynningu, skipulagsbreytingu frá 15. júní 2020. Yfirskrift þess skipulags var að það var verið að breyta deiliskipulaginu fyrir Auðbrekku 9-11. Þegar að betur var rýnt í pappírana þá kom í ljós að í rauninni var verið að breyta skipulaginu fyrir Dalbrekku 2-14. Það bara stóð ekki í fyrirsögninni. Þannig að ef við hefðum nú bara tekið þetta sem þeir ratar í málefnum Kópavogs sem við vorum á þeim tíma, að þá hefðum við sennilega hent þessu í ruslafötuna vegna þess og mér fannst okkur eiginlega ekkert koma þetta við fyrir en að við fórum að skoða málið betur. En þá kemur í ljós að þessi deiliskipulagsbreyting, hún gengur eiginlega út á það að samþykkja það sem þegar var búið að gera. Það var sem sagt búið að gera alls konar hluti án þess að það væri í samræmi við samþykkt skipulag. Það ekki mjög gott. Það minnir dálítið á það sem gerðist upp á Húsafelli ekki fyrir löngu síðan. Ég ætla ekki að fara í þá sögu en þar sem sagt tóku skipulagsyfirvöld eða létu mál fara af stað án þess að væri lögformlega grundvöllur fyrir því öllu saman. Nú nú það sem að voru ég sem sagt að við hjónin sendum inn aðfinnslu athugasemdir við þessa deiliskipulagstillögu og aðfinnsluefni okkar voru þau að stórum hluta glæsilegs inngarðs sem að þarna var núna ráðstafað undir bílastæði í stað leiksvæðis fyrir börn sem að við töldum að skapaði óþarfa slysahættu, gerði aðkomu viðbragðsaðila erfiðari en þyrfti að vera. Kópavogsbær bar því nú við í andmælum sínum að það þyrfti að uppfylla kröfur bílastæði fyrir fatlaða og þess vegna það að taka inngarðinn undir þær þarfir sem þá fatlaði gengur þarna fyrir. Það nú reyndar ekki alveg rétt, það eru bílastæði í bílakjallaranum fyrir fatlaða sem sérmerkt þeim, auk þess að þeir hafa nú ekki sýnt sömu umhyggju í öðrum aðgengismálum fyrir fatlaða í kringum Auðbrekku og Dalbrekku. Þannig að þetta var svona dálítið bókus. Nú, þegar að Kópavogsbær gerði ekkert með athugasemdirnar var málsmeðferðin kærð til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamál og sá úrskurður kom 11. febrúar 2021. Felld úr gildi ákvörðun bæjarstjórnar Kópavogsbæjar að samþykkja breytingar á deiliskipulagi fyrir lóðina 9-11. Og rök nefndarinnar voru þau að skipulagi var ekki unnið í samræmi við ákvæði reglugerðar, uppdrátturinn var ekki í samræmi við þær breytingar sem að gerðar voru, ekki sagt frá dvalasvæði í inngarði sé skert með fjölda bílastæða, sagt að lóðin Auðbrekku 9-11 stækkað til suðurs en hún stækkaði í rauninni til norðurs, að 245 fermetra bygging sem var sögð vestan við Auðbrekku 9-11 var í rauninni austan við og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þær spurningar vöknuðu stóð til að gera sem minnst úr breytingunum til að auðvelda að koma þeim í gegn, sneri aðilinn sem skrifaði greinargerðinni kortinu sem hann var að vinna eftir á hvolfi, þannig austur yrði vestur og norður yrði suður og hafði hann sett greinargerðina, lagt lagasafnið yfir tekninguna þegar hann skrifaði greinargerðina. Sem traust mitt á vinnubröðum Kópavogsbæjar beið verulega hann ekki. Ég fór aðeins yfir tímann, ég beið afsökunar.
dýrar þakkir, þetta var bara aðeins svo skemmtilegt. Næstur er Jóhann Már Sigurbjörnsson. Hann ætlar að segja reynslu sína af skipulagsmálum á Traðareit Eystri. Gjörðu svo vel, Jóhann. Já, góða kvöldið, sem heyrðist í mig. Já, sem sagt, Traðareitur Eystri, að þar er Kópavogsbær búinn að samþykkja deiluskipulag sem er núna í kæruferli hjá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Hérna sjáum við heildarsvæðið og hérna er smá kynning á mér. Ég bjó í Kópavogi frá 82 til 99 og þá flutti ég til Reykjavíkur og þar var ég að þjálfa blak og ýmislegt, stofnaði keiludeild en síðan flytti ég tilbaka 2019 og það er bara rétt áður en að þetta deiluskipulag er kynnt. Og hérna sjáum við þennan reit, sem sagt, Kópavogsskóli er hérna hægra, vinstra megin frá ykkur, já, MK hægra megin og þarna sjáum við hvar ég býð, þannig að ég hef mikla hagsmuna að gæta gagnvart þessum reit. Nú, ég ætla ekki að rekja alla tímalínuna en það er hérna einhver tímaskekkja því að þeir auglýsa skipulagið 2019 eða segjast auglýsa en það er ekki kynningafundur haldinn fyrir 16. janúar akkurat þegar fresturinn átti að renna út. Það er svolítið speð sko. En á sama degi er kynningafundur haldinn í Kópavogsskóla og þar koma mjög margar athugasemdir fram á fundinum og Foreldrafélag Kópavogsskóla alveg á fullu líka, allt í gangi og þeir fá alveg gríðarlega margar athugasemdir. 5 dögum eftir að athugasemdafresturinn rennur út að þá allt í einu bara, þá er þetta bara ákveðið, förum í þetta, gerum þetta. Nú, síðan koma þarna einhverja smá breytingar sem maður sjá. Það koma þarna einhverja breytingar inn og sem verða til þess að bærinn breytir teikningunum aðeins og nú er aðeins að missa þráðinn, og auglýsa síðan deiluskipulagið aftur og kalla aftur eftir þessum athugasemdum en þá er komið hásumar, Foreldrafélag ekki virt í Kópavogsskóla og enginn að fylgjast með þessu þannig að þeir fá frekar litlar athugasemdir í seinnaskiptið sem að greinlega henta mjög vel. Fundarformin voru yfirleitt þannig að það var einhliða kynning, það voru skýjablokkir og ýmislegt sem var hent upp á slæðum og þeir sem höfðu kannski athugasemdir og þeir höfðu ekki tækifæri til að gera það nema að skrifa einhverja miða á svokölluðu þjóðfundarformi. Svo fór það í gegnum ritskoðun og eiginlega ekkert stóð eftir af því. Þetta, athugasemdirna sem komu, var ekki með það einhversstaðar hérna, jú. Það er aukin umferð, hljóðmengun, áhætta, hvað er mikið eftir? 2 mínútur. Já, ég veit að ég var ekki á réttri glæru, að ég var bara að tala um athugasemdirnar. Og sérstaklega var að gera athugasemd Háveg Norður, að það vantaði allt skipulag, ég sýni ykkur það eftir. Síðan, þá er ákveðið að gera nokkra breytingar. Það er 108 íbúðir, við vildum fá 40 og 5 hæðir, við vildum fá það niður í 3, ekkert að þessu var hlustað á. En þetta er eina sem var gert. Það var 1 holl lækkað niður í 3 í staðinn fyrir 4 hæðir. Útkeysla sem sneri að Kópavogsskóla, henni var snúið í MK, þannig að börnin í framhaldsskólanum, það allt í lagi að setja þau í umferðarhættu. Síðan, til þess að þakka niður í einhverjum, þá var ákveðið að setja einhverja hraðahindranir og einhver smá auka lýsingu þarna. En, hérna er úrdráttur og athugasemdunum sem við vildum fá svar við. Hvað á að gera norðan Hávegar, þið sjáu teikninguna eftir. Íbúðir, okkur fannst það ennþá margar, líklega eru 40 kannski, allt í lagi hérna. Skuggamyndun, öryggi skólabarna, hljóðmengun og allt það. Ég þarf að vera svolítið fljótur, þetta er margar glærur. Og hérna sjáu þið aðgengið, hérna sjáu þið
ef að ég ætlaði að fara að fletta upp athugasemdum þá þurfti ég að fletta upp í svona skjali. Sjáu hvað þetta er mjög lesanlegt hérna. Okkur fannst Kópavogsbær vera að brjóta markmið og leiðir sem að koma fram í aðalskipulagi. Það sem að þarf í raun að vera að sko ekki bara gera einhverja húsgönnun á húsum hvort að með rífa þau ekki, heldur að tryggja samræmt útlit á hverfinu og það hefur ekki verið gert. Hérna sjáum við svæðið og það sem ég er að tala um norðan hávegar, sko traðareitur er merktur hérna inn með rauðu en guli reitur þarna fyrir ofan. Þetta er hávegur og það kemur hvergi fram neitt hvað á að gerast þarna en verktakinn á allt þetta svæði. Þannig að það vantar algjörlega heildarsýn á það hvað á að gerast þarna. Við vitum það ekki, við fáum ekki að vita það. Og síðan hérna sjáum við aðalskipulagið sem er skilgreint sem dýrahringsvæði, hvernig það er skilgreint. Þar er talað um fjölbýli en það er ekkert skilgreint meira, það er bara að tala um fjölbýli. Og hérna sjáum við grænu reitirnir, þetta eru fjölbýli sem eru 3 hæða eða lægri. Rauðu eru blokkinnar. Eins og við sjáum á þessa yfirlitsmynd sem að ég krotaði upp, ég verða að fá 1 mínútu viðbót. Og hérna að þá sjáum við það að grænu reitirnir eru miklu fleiri heldur en rauðu. Þannig að það er ekki hægt að segja að þetta sé rosalega þéttbýli og þeir þyrftu í raun og veru að skilgreina fjölbýli. Hvað er fjölbýli? Það er nefnilega þannig að fjölbýli getur verið parhús. Það er bara þannig. Og ég held að það sé svolítið að misnota sér þetta, sko. Svo langar með þess að hendin hérna þétting byggðar því að nú eru Sameinuðu þjóðirnar að skrifa skýrslur þar sem að tala um að þétting byggðar sé úrelt hugsun. Þetta finnst mér að bæri mætti nú líka aðeins taka til greina áður en að samþykkja einhverja teikningar frá verktökum, sko. Nú, svo er hann hérna Reynir Ragnarsson, arkitektur, hann er að velta fyrir sér af hverju eru byggingar svona látlausar á Ljódal. Og þið sjáum þarna nýlega byggt í Reykjavík og svo nýlega byggt í Stokkhólmi. Þið sjáum hvað er mikill, það er eiginlega engin metnaður í hönnun hérna á Íslandi. Og mér finnst einhvern veginn að þegar við erum að byggja og endurskipuleggja svona stóran reit, af hverju ekki að hugsa þetta svona eins og til dæmis Stokkhólmur eða Selfoss. Sjáum við hérna nýja miðbæinn á Akureyri, hvernig hann á að líta út. Herru, já, það er meira hérna... Nú er tíminn búinn. Já, það er búið. Þannig að við endum á því að kæra skipulagið og það er í kæruferli núna og ég bara lesi þessa glæru hérna meðan að ég stíg niður. En sem sagt andsvar Kópavogsbæjar við kærunni, bara lesi þetta og spáði það síðan. Takk fyrir. Kæra takki Jóhann. Þess má geta að glærupakkin verður settur í heilu lagi inn á vefinn okkar vinirkopavos.is. Næst er það Helga Kristín Gunnarsdóttir. Hún ætlar að fjalla hérna vatnsverndarhvarf og svæði þar. Takk, gjör svo vel. Komið sæl. Það er rosalegt að sjá svona mikið af fólki hérna. Það er mjög gleðilegt. Ég er búin að vera í forsvari fyrir þennan hóp Vini Vatnsverndarhvarfs núna undanfarin ár og við erum með tæplega 500 manns á Facebook og mikill áhugi sem að hefur verið á þessu máli. Þannig að Vatnsverndarhvarfið, ef þið viti ekki, er sem sagt hæstipunktur höfuðborgarsvæðisins og í rauninni öskjuhlíð sem að líklegast aldrei verður í mínu huga út af því að ef þið getið ímyndað ykkur að það væri vegur hérna á baka okkur í gegnum öskjuhlíðina eins og einu sinni átt að vera, hvernig væri borgin þá? Og nú á að leggja veg þvert í gegnum í rauninni eina græna svæðið á þessu svæði sem er á milli Reykjavíkur og Kópavogs og það á að vera stofnbraut sem hefur verið í bígerð í 40 ár og skipulagi en þá átti þetta að vera ofinbeðjavegur. Núna er þetta orðinn millibyggðavegur og það sem hefur gerst er að þetta átti að vera vegur sem að tengist Breiðholtsbrautinni á mislægum gatnamótum en núna er búið að breyta sem skipulaginu og þetta verða
gatnamót eða sem sagt hálf mislæg gatnamót sem að breytir náttúrulega heilmiklu út af því að rennslið og flæðið þetta í gegn verður ekki eins og var ákveðið. Svo skipulagsráðið Kópavogi var mjög ósammála þessu og barðist hart á móti Reykjavík að þetta yrði gert. En á endanum þá var ákafinn svo mikill og kosningaloforðin sem að náttúrulega þurfti að fylgja á eftir að þessi vegur yrði að koma, jafnvel þó að þetta væri langt frá því að vera besta úrlausnin. Svo að áhuginn hjá ráðamönnum í Kópavogi á þessu máli hefur verið engin. Þetta er mjög pólitískt mál. Það er mjög mikilvægt fyrir þá að þessi vegur komi sama í hvernig formi sem hann er. Hann skal koma þarna í gegn. Og rökin eru, já, það verður sem sagt að laga umferðina sem eru á Vassendavegi. Og með þessari úrlausn þá er það að skapa fleiri vandamál heldur en þeir að leysa. Og svo að byggja 4.000 manna byggð á toppi hæðarinnar sem er í 140 metra hæð yfir sjávarmáli og þeir sem að þekkja til og ganga upp á hæðina eins og ég á næstu í hverjum degi vita að þegar það er hvasst þarna uppi þá er verulega hvasst. Það hvasst að það féll niður mastur fyrir þó nokkrum árum síðan. Svo þið getið ímyndað ykkur vindstrengina sem verða á milli húsanna þarna og það er eins og það hafi ekkert verið hugsað út í heildina, hvorki þessu svæði eða þetta sé mikilvægt grænt svæði sem að bæði íbúar Kópavogs og Reykjavík getur deilt og hundasvæði Kópavogs er á þessu svæði líka og þess að bara þurrka í burtu án þess að íbúar hafi nokkuð málið að segja. Það sem einnig er svolítið sérstakt er að umhverfismatið sem þessi framkvæmd byggir á er frá 2003 og við höfum verið að leggja hart að við höfum mótmælt á öllum skipulagsstöðum og núna síðast hjá umboðsmanni Alþingis en gengur ekkert erindi sem erfiði og vandamáli sem að er í rauninni út af því að við erum óformleg samtök íbúa og þess vegna mikilvægi þess að hafa formleg samtök er eins og að hafa svona stóran hópi fólki sem er á bakvið, það er það í rauninni eina sem að við höfum út af því að þegar við förum og tölum við stjórnsýsluna, þá eru íbúar í rauninni einskis virði. Við hlustum ekki á ykkur. Það er í rauninni svörin sem við höfum fengið. Svo það er gríðarlega mikilvægt að íbúar komi saman, standi saman út af því að yfirvöld í Kópavogi þau hafa ekki sýnt neitt áhuga, neitt samstarfsvilja. Eini bæjarfulltrúinn sem hefur sýnt nokkurn áhuga er hérna í salnum, Sigurbjörg Erla, og mjög ánægð með það að hafa reynt sitt besta, en þetta eins og þú segir, það er greinilega 6 mann sem stýra öll í Kópavogi og þeim virðist vera nokk sama grænar áherslur, vilja íbúana eða í rauninni að byggja heilstætt og fallegt samfélag. Svo ég er bara þakklátt fyrir að vera hérna og bara ganga ykkur öllum ótrúlega vel. Kærar þakkir fyrir það, Helga Kristín. Næst er það Berglind Aðalsteinsdóttir, íbúi held ég á Sunnubraut. Sunnubraut, passar. Gjörðu svo vel. 5 mínútur. Takk hérlega. Ég ætla að segja ykkur frá smá baráttu sem við erum búin að vera í á Sunnubrautinni sem að miðar að því að vernda sjálfan Kópavoginn og strandlengjuna þar. En ég ætla að byrja að varpa fram korti sem sýnir hérna tillögu að hjóla leiðaneti höfuðborgarsvæðisins og þar sést að það eru 2 sem gert ráð fyrir 2 stofnleiðum yfir Kársnesið, annars er yfir Kópavogshálsinn, yfir í Fossvoginn og svo hins vegar meðfram strandlengjunni á sunnanverðu Kársnesi og yfir þá brúna sem er væntanlega yfir Fossvoginn og þaðan yfir í 101. En það er aftur á móti ekki svo hlaupið að því að koma fyrir stofnbraut og breyta núverandi útivistarstigi á þessu svæði og breikka og það er vegna þess að það er plássleysi á köflum og svo er vogurinn og fjaran friðlýst. Hérna er kort sem sýnir friðlýsta svæði, annars er Kópavoginn sjálfan og hluti af Fossvoginum og svæði var friðlýst árið 2012 og hefur alþjóðlegt verndargildi og það er alveg ótrúlega fjölbreytt dýralíf og fuglalíf þannig allt árið kring sem þarf að vernda og það er alveg einstakt að vera með svona fjöru á höfuðborgarsvæðinu, miðju höfuðborgarsvæðinu og þeim fer fækkandi og við þurfum að halda í þær
og það er algjörlega einstakt að vera með þessa kyrrð og þessa náttúruperlu á þessu svæði í miðri borg. Á fundi skipulagsráðs í vor þá var samþykkt að hafa niður vinna við gerð deiliskipulags fyrir hjólagöngustíg á þessu svæði. Venjulega þarf ekki að fara í deiliskipulagsgerð þegar að vera að gera nýja hjólastíga, en í þessu tilfelli að þetta er svo viðkvæmt svæði út af friðlýstum náttúruminjum og þá þarf að fara þessa leið. En þá kemur hugmynd frá bænum sem veldur okkur íbúum við fjöruna miklum áhyggjum, og það er að fara út í mannvirki að byggja bryggju í flæðamálinu sem á að vera 3 metra breið og alltaf 400 metra löng þar sem plássið er hvað minnst til þess að koma fyrir þessari stoppbraut fyrir hjólreiðar. Og við höfum komið fram athugasemdum og áhyggjum til bæjarins, bent á að slík framkvæmd í fjörunni myndi eyðileggja náttúrulega ásýnd strandlengjunar og trufla dýralíf, hefta beint aðgengi að fjörunni til þess að vera kostnaðarsamt og óhagkvæmt bæði í framkvæmd og viðhaldi. Ef til þessa framkvæmda kæmi þá er þetta framkvæmd sem færi inn á friðlýst svæði og við höfum talað við náttúruverndarsamtök og Umhverfisstofnun sem að hafa bent á að þetta sé mikið inngrip og of mikið inngrip í náttúruna og það sé gríðarlega áhættusamt, meðal annars vegna þess að mannvirki út í fjör og sjó þau laða til sín varg og vargurinn drepur litlu sætu ungana og önnur dýr í fjörunni, fyrir utan það að vera alveg valda bara miklu ónæði og sóðaskap fyrir fólki sem að nýtur þessa svæðis. Og það sem að geta að vargurinn er gríðarlega mikið vandamál í Sjálandshverfinu og hefur farið vaxandi undanfarin ár og það var sérstaklega slæmt í sumar. Það sem að hafði aldrei sést jafn lítið til annars lífs á svæðinu. Já. En þetta viljum við alls ekki fá yfir okkur á friðsælu og þetta yndislega svæði við Suðurströnd Kársness. En til hvers að vera, spurningin er í raun og veru, er þörf á því að hafa þessar 2 stoppleiðir og þarf þetta að liggja svona á þessu viðkvæma svæði. Í dag þá er þessi leið sem er sýnd rauð, þetta er gríðarlega vinsæll útivistarstígur, þar sem að fólk á öllum aldri nýtur útivistar, börn, gamalmenni, fólk með hunda og mjög breiður hópur. Þessi leið sem samgönguleið, hún bætir engu við leiðin yfir hálsinn. Hún styttir ekki leiðina og hún þjónar heldur ekki íbúum hverfisins til og frá vinnu og skóla. Sumir tala sem mótrök að þessi alltaf mikið hækkun að fara yfir hálsinn. Þetta er ekki nema einhverju 30 metrar og það er engin fyrirstaða fyrir þá sem er að koma úr Hafnarfirði og Garðabæ og eru hvort sem er að hjóla langa vegalengdir og mjög margir komnir á rafmagnshjól og rafhlaupahjól og hvaðina og svona stoppleið fylgir mikill hraði líka. Samkvæmt hönnunarleiðbeiningum vegagerðarinnar varðandi hjólastíga þá er æskilegt breidd hjólastígs 2,5 metrar og göngustígs 2 metrar, samanlagt 4,5 metrar, ég er að klára. Og þessi mynd sýnir í raun og veru plássi sem er á svæðinu núna. Það væri, að þetta er svo vinsæll útivistarstígur, þá eru kannski flestir sammála um það. Það væri æskilegt að aðskilja gangandi og hjólandi. Og það er alveg hægt að gera það með góðu móti með hvítri línu, með því að nýta plássi sem er, án þess að fara í mikla framkvæmdir. En það vekur mikla furðu að í nýja hverfinu á norðanverðu Kársnesi, þar sem voru alla forsendur til þess að gera eitthvað huggulegt við sjóinn og hafa pláss fyrir hjólgangandi, það var ekki gert. Og það er umhugsunarefni. Já, svo bara örstutt, við fengum upplýsingar að þessi vinna væri komin í biðstöðu sem við fögnum, en við vitum ekki alveg hvert framhaldi verður, en við vonum svo sannarlega að bærin sjá að sér og náttúran fái að njóta af hans. Kærar þakkir Berglind. Næstur tekur til máls Frímann Ingi Helgason sem er fulltrúi Sögufélags Kópavogs held ég.
og hann fari eitthvað örlítið rýmri tíma. Gjörðu svo vel, Frímann. Já, ágætu vinir Kópavogs. Ég flutti hingað í bæinn fyrir 67 árum síðan og búinn að vera vinur Kópavogs síðan og ég veit að það sannur vinur sem til vams segir. Þess vegna ég hér og svo flestir hérna inni. Það sem ég ætla að gera er að draga upp úr sögukistunni nokkra áhlaups- og átakaatburði sem hafa einkennt Kópavog og þá ekki síst hinn almenna Kópavogsbúa. Og ég ætla að byrja 7. júlí 1946 þegar beðið hérna bæði á Kársnesinu og Seltjarnarnesinu með öndin í hálsunum eftir niðurstöðum úr hreppsnefnda kosningum. Forsagan var sú að 10 ár þar á undan hafði verið að fjölga hérna á hálsónum. Seltirningar kölluðu þetta ágæta fólk landshornalíðin á hálsónum og fór í mannin en ekki málefnið en þeir höfðu í raun og veru stjórna hér öllu. Hér voru komnir nokkur 100 manns sem voru annarkvort á Erðafesturlöndum, nýbílunum eða þessum 4 lögbílum sem hérna voru. En það sem að Seltirningar höfðu þverskallast við að gera var að neita nokkurt fjármagn til að byggja hér upp innviði. Hérna var engin vatnsveita, lélegir vegir, engir skólar og fleiri í þessum dúr, engin holræsi og þess vegna var komið að því að Kópavogsbúar, þeir sem byggu hérna á þessu svæði, gripu til síns lögmætaréttar og stofnuðu sitt eigið framboð og buðu fram gegn óðarsbóndunum og útvegsbóndunum á Seltjarnarnesi. Og það var ábyggilega verið spenningur, ekkert síður en Norrlandi vestra, þegar talað var upp á kössunum. Og þá kom þau ótrúlega í ljós. Kópavogslistinn hafði sigrað með 4 atkvæðamun, 221 gegn 217 og þar með fengi 8 mann í hreppsnefndina og það sem var náttúrulega mjög skrítið við þetta var að það voru ekki nema 214 kosningabæri menn í Kópavogi. Sem segir okkur einfallega það að einhverju Seltirningar hafa opboðið þessi afskiptaleysi ráðamanna. Strax svo okkar menn voru búin að ná undirtökunum í hreppnum, þá var náttúrulega að byrja það eyða og spenna. Það voru keypti hér tæki til að grafa holræsi og fyrir vatnsveitu, það var að byrja að planera skóla og kirkjubyggingu og Seltirningarnir reyktu hár sitt og skegg, allavega karlmenninir, og þetta endaði með því að þeir söfnuðu undirskriftum og skáru innhreppin, sem þetta svæði hérna, hreinlega aftan úr sér eins og hverja þeirra netadræslu, sem var náttúrulega ekkert óverulegt, þetta voru útvegsmenn margir. En þarna voru fjöll, falleg heiðalönd, afrétturinn, Erðafesturlönd, mikið landsvæði og 1 stykki flugvöllur. En það verður bara að segja eins og að Seltirningar hafa venjulega verið mjög þröngsýnir, eins og Þórbergur kom svo snilldarlega orði í sínu kvæði, og sjóndeildarinn ekki mjög stór þar. En þetta var fyrsta þrekvirki Kópavogsbúa að sigrast á þessu og það var náttúrulega strax farið í gang að byggja hér alla innviði. Örfáum árum seinna, eða 2 árum seinna þetta orðið að kaupstað, að hrepp, sjálfstæðum hrepp, og svo 55 þetta orðið að 2000 manna kaupstað. En bæjarfélagið hafði nóg að gera við að byggja upp innviðina og það stóð á því að byggja hérna upp fallega kirkju og félagsheimili eða safnarheimili fyrir almenna starf. Og það voru þá sem að Kópavogsbúar rísa upp eins og einn maður og segja bara einfallega undir stjórn félagana var félagsheimili byggt, glæsilegasta félagsheimili á landinu á þeim tíma, sem nú rétt eftir og að rífa. Það var byggt hérna með sjálfboðavinnu að langmestu leyti og sama gerist þegar söfnuðurinn hérna á Kópavogi byggði líka þessa fallegu kirkju með hjálp sjálfboðaliða og ég verð nú að viðurkenna það að sjálfsögðu bæjarfélagið komið að þess eins og hægt var en þeir höfðu bara nóg að gera svo hinn almennu Kópavogsbúi var að taka til sinna ráða. Þetta gerist í kringum 60, félagsheimili vígt 59 og kirkjan 62. Var það búin að vera 16 ár í deglunni. En þetta ekki allt. 20 árum seinna, í kringum 1980, 1979 til 1982, þá rísa Kópavogsbúar aftur upp. Því þá var þetta 13.000 manna bæjarfélag, 500 komnu á aldur og það endaði með því að Kópavogsbúar sögðu við ætlum sjálfir að byggja hjúkrunarheimili fyrir okkar fólk. Við ætlum að efna þau loforð sem allir flokkar hafa lofað og svikið. Og það var ótrúleg samstæða og margir hérna inni þekkja það mjög vel. Allar 4 kynslóðir
Krakkarnir söfnuðu í tombólu, unglingarnir og framhaldsskólanemendur báru út söfnabóka og eldri kynslóðurnar tvær lögðu bæði nótt við dag, bæði í sjálfboðavinnu og fjáröflun. Og þarna reis á 3 árum eitt glæsilegasta hjúkrunarheimili landsins. En ég tek það skýrt fram að þegar leið á og það bæjaryfirvöldin höfðum ekki einu sinni fundið lóð á sínum tíma, ætluðu að fara með þetta upp í Lækjarbotna og þá kom hjálpin frá óvæntri átt því ríkið átti hér rúma 20 hektara við Kópavogstúnið og lét okkur góðfúslega í 1 hektara þar sem Sunnuhlíð var byggt á. En ég verð þó að segja bæjaryfirvöldum þetta hrós að þegar að byggingardegið fór að gerjast og hefast þá stukkuðu þeir á vagninn og stóðu vel við okkur í seinni. Stóðu alveg eins og Björnabaki Kára það sem eftir lifði af verkefninu. En á meðan þessu stóð, þá stóð Kópavogur í annars konar stríði og þá við þennan nágrann okkar í norðri sem hafði fengið þá einkennilegu fluguhöfuðið eftir að hafa byggt hérna upp sveitirnar, Breiðholtið og Árbæjarhverfið. Það var fullt af fólki og það þurfti að koma Reykvíkingum milli bæjarhluta. Þá datt þeim það snjallræði í hug að nota eitt fallegasta svæði Kópavogs, það er að segja Fossvogsdalinn, til að byggja hraðbraut, rífa hann upp og sögðu þetta var ekkert nema kýrhagar og mýrar. En auðvitað sáu menn verðmætin í þessu landi og ósvífnin var náttúrulega ótakmarlega laus því að þeir voru búin að byggja alveg niður að lóðamörkum sín megin en ætluðu að byggja þetta Kópavogsmegin. Og það var ekki einu sinni aðrein frá Kópavogi yfir í hraðbrautina. Þetta var eingöngu til að þjóna þeim. Og þá er ekki bara verið að tala eitthvað suð í pólitíkusónum í Reykjavík. Það voru beinar hótanir og það voru hótanir sem staðvarið að taka af okkur ýmsa þjónustu sem voru búin að leigja þeim, til dæmis eins og sorphyrðuna. Og þá byrjaði Kópavogsbúar náttúrulega að gera eitt. Þeir byrjaði bara hreinlega að keyra sitt sorpfyssur í Hafnarfjörð sem var vinabær og svo aftur hérna út á nesið, Kársnesið. Og það er aldrei kaldananslegt að einmitt þarna, ekki dósupum stað og ruslið okkar var keyrt, en núna komið enn eitt glæsilónið, Sky Lagoon, skal það heita, en í raun og veru ætti þetta heita Hauglón. Og það sem verra er, í enskri þýðingu verður þetta ennþá verra Garbage Lagoon. Og ég veit ekki hvað margir ferðamenn myndu fá þangað. En þetta sýnir bara í stuttumáli hvað Kópavogsbúar geta gert. Þeir unnu slaginn Fossvogsdalinn og þar fengu þeir öfluga sjálfboðaliða til að koma fram, planta trjám og það sem meira var, það streymdu Reykvíkingar hinum megin frá líka. Þeir vildu að sjálfsögðu vernda þetta fallega svæði. En þegar þið gangið þarna þá getið þeir alveg gengið með miklum slætti því við eigum allan dalinn. Menn þurfa að fara upp í Bjarmaland til að koma til Reykjavíkur. Svo ef þið sjáðu Reykvíkinga þá getið þið leyft þeim að labba þarna. Ég er nú uppalinn að mestu leyti á bókasafninu hjá ljóðskáldunum Jónu Vör og Þorstein frá Hamri og þau sögðu mér það að það er engin almennilegu fundur nema sem minnst eitt ljóð. Og það vill svo til að fyrir nokkrum árum var samið ádeiluljóð, stolið og stælt úr einu þekktasta ádeiluljóði Íslendinga og það kæmi mér ekki óvart svo að þjófurinn væri hérna þekktur grallari og baráttumaður. Og ég ætla að gera það sama og hann gerði. Hann spurði ekki ljóðskjaldi leyfis, en ég tók þetta stolna og stalda ljóð hans, breytti því örlítið til þess að samhæfi tímarandanum og ætla að fá leyfi fundarstjóra til að lesa upp þetta ljóð sem er kannski dæmigert fyrir það hvað sagan endurtekur sig aftur og aftur. Og ég veit að bæði Jón stendur öðru með mig og Þorsteinn og hinnum sem voru mínir lærimestrar á bókasafninu, en við skildum nú fara rangt með. En ég hef kallað þetta ljóð og ég ber fulla ábyrgð á þessu stolna efni sem er endar stólið af manni sem stal þessu af öðrum. En ég hef kallað þetta Skýjaborgina og hún er svona: Borgmeistari Kópavogs tók handfylli sín af leir og horfði dulráðum augum á línur og kvarða. Hvað pöpulinn í Kópavogi æmtir og skræmtir, læt ég með engu varða. Ef turnin er lóðréttur og hver hæð verður annari stærri, mín hugmynd er sú að hver turn verður öðrum herri. Og turnarnir teygðu sig lengra og lengra til himins og fóru að gera sig heimakomna hann uppi.
Og aftur tók borgmeistari Kópavogs handfylli sína leir. En þá kom drottinn allsherjar til hans hlaupandi á harðaspretti og hrópaði, móður og mósandi, borgmeistari Kópavogs, ekki meir, ekki meir. Takk. Kærar þakkir Frímann fyrir þetta skemmtilega erindi. Næst eru umræður stofnskrána sem dreift hérna salinn og ályktunina sem ég las upp áðan. Fólk getur gefið mér merki, ég sé ekkert rosalega vel, þannig að það þarf að vera mjög gott merki og öruggt eða vill taka til máls. Og ég ætla að slíta á þessum fundi klukkan 18:30, þannig að það er alveg 2 mínútur hámark. Er eitthvað sem vill taka til máls stofnskrána eða ályktunina? Ef ekki þá held ég að við bara eigum að greiða atkvæði Anna Tryggvi, er það ekki? Vilt þú taka til máls? Já, bara létt, Gjörðu svo vel, Jóhann. 2 mínútur. Já, ég nú fljótur bara. Já, mér var bent á í 3. grein. Þar vísað í 102. grein stjórnsýslulaga, en það ávist að vera sveitarstjórnarlaga. Það var svona ábending. Já, ég held að við hljótum bara að tékka þetta af og prófarkalesari lagfærir þá ef svo er. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Átti standa þetta boðastarf? 4. grein. Nei, mikið, ég er að regla. Já, 7. grein. Allt í góðu. Eru fleiri sem vilja taka til máls stofnskrána eða ályktunina? Það eru þeir sem náðu að skrá sig áður en fundurinn byrjaði, eru með græn blöð, en ég veit að það eru ekki allir sem náðu að skrá sig, þannig að við ætlum að taka handa uppréttingar gildar, það þýðir ekkert annað. Viltu taka? Það er ein spurning, það er 5 manna stjórn lögð til, engin varamenn? Nei, það er ekki lagði til varamenn í þessu. Viltu gera breytingartillögu? Ég held að þetta er náttúrulega svona undirbúningsstjórn í raun og veru til að koma þessu félag á stað og ég held að það reyni á þetta þá á næsta aðalfundi er þá hægt að breyta samþykktum. Þannig ég legg til að þessu verður bara haldið svona. Já, gjörðu svo vel. Ég langar bara að spyrja að ég skráði mig á netinu, en ég er ekki með hennan græna miða, þá bara máttu rétt upp hendi eða trítla aftur og ná í hann. Það er hægt að skrá sig á netinu líka og ég veit að það eru margir sem gerir það líka. Fleiri sem vilja taka til máls gjörðu svo vel. Það er reyndar eitt fyrir ekki að ég er bara að lesa mig niður eftir þessu. Stjórn samtakana, þetta er félag, þarna aftur vísað í samtök. Já, ég veit ekki hvort það er munur á sig en það er sjálfsagt að leiðrétta þetta bara í prófarkalestri. Já, ég tel það. Það eru 2 sem hafa aftar beðið orðið og ég sessi megin, má bara koma og af því það er líka verið að taka upp fundinn. Bara mig? Já, gjörðu svo vel. Ég bara teka því það er einn hópur sem er að útluta. Já. Það er álvarður. Já, við miðum við íbúa með kosningarétt. Er það ekki ágætt? Nei, ég ætla ekki að gera það. Þetta er frekar einfalt. Lagabreytingartillögur skulu þurfa að berast mánuði fyrir aðalfund. En það er engar kvaðir það hvenær á að boða, eða með hver löngu fyrirvara á að boða aðalfund. Þannig kemur fram ómöguleiki ef að aðalfundur er boðað með minni mánuði fyrirvara. Já, það hlýtur náttúrulega að segja sig sjálft að hann hlýtur að vera boðaður áður en að fresturinn. En viltu kannski svara þessu Tryggvi? Kíkja á það. Sér svo vel.
Kíkja á þetta. Gjörðu svo vel. Ég held að það sé heppilegt að þessar ábendingar verði skráðar í fundargerð og þegar boðað verður til næsta aðalfundar þá verði gerðar lagfæringar á þessum gjörningi. Það er svolítið flókið að breyta hér og nú, en þessi lagaumgjörð nægir vonandi til að stofna félagið, fá það skráð, fá því kennitölu og geta opnað bankareikning ef að verður kjörin stjórn hér á eftir. En þetta eru gagnlegar ábendingar sem koma fram. Eru fleiri sem vilja taka til máls eða koma með ábendingar? Eigum við þá ekki bara að bera stofnskrána upp til samþykktar eða synjunar? Hverjir eru samþykkir? Hvað er réttu bent? Hvað segir við Sigrún? Er þetta ekki samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta? Takk kærlega fyrir það og þá er það ályktunin sem ég var lesin upp hérna áðan. Eru fundarmenn og stofnfélagar samþykkir þessari ályktun? Skrá ykkur, þið getur gert það ennþá annarkvæmt á heimasíðunni eða hér aftast og verið stofnfélag. Kærar þakkir fyrir komuna.